Komið sæl og velkomin í Landsbyggðir. Það hefur verið skrifað undir nýja kjarasamninga. Björn Snæbjörnsson, formaður Starfsgreinasambands Íslands og Einingar Iðju, velkomin. Já, takk. Hægt að segja að þetta séu tvenns konar samningar, það að segja kjarasamningur og svo samningur eða samkomulag við ríkisvaldið? Já, það alveg rétt að auðvitað er náttúrulega alltaf kjarasamningur og því sem því fylgir auðvitað alltaf við samtöku atvinnulífsins eða atvinnureikendur. Og svo er náttúrulega alltaf reynt að finna stoðir gagnvart stjórnvöldum að reyna að fá þá til þess að koma til þess að liðka fyrir kjarasamningum vegna þess að það spilar nú ekkert smá inn í líf hvers og eins launþega. Þannig að þeir koma að þessu og þannig að þetta er svona blanda í poka, getum sagt, frá báðum aðilum. Svona blekið varla þornað, þessi samningur eða samningar sem þeir ná til nóvember 2022. Ef við förum bara svona í þær launahækkanir sem að verða, ef við byrjum fyrst að tala krónu og aura. Já, þetta er sem sagt þannig að þetta er krónutöluhækkanir sem að þarna að ræða, sem hefur verið það sem að Starfsgreinasambandið hefur barist fyrir í gegnum tíðina vegna þess að krónutöluhækkanir það eitthvað sem að gagnast þeim sem að á þessum töxtum og þeir sem á lægri laununum, þeir fá alltaf meira út úr því. Það þannig að 1. apríl, sem að samningurinn gildi á 1. apríl, að þá hækkar allir taxtar 17.000 krónur. Það hækkar 1. apríl 2020 24.000 kall. Aftur 1. janúar 2021 verður aftur 24.000 kall og svo aftur 1. janúar 2022 þá kemur aftur 25.000 krónur. Þetta sem sagt það sem kemur ofan á taxtana, en þeir sem eru utan taxta, sem sagt ekki á þessu taxtakerfi, að þeir fá 75% af þessum upphæðum, reyndar ekki fá allir 17.000 kallir núna strax. En á upphæðinu frá 2020, 2021, 2022, 20 þá það 75%, en svo aðeins minna sem að menn fá aftur 21 og 22. Þannig að þeir að fá meira sem á töxtunum heldur en þeir sem á bara einhverjum öðru heldur en launatöxtum. Þið lögðu mikla áherslu á að þetta þess að krónutöluhækkanir en ekki prósentuhækkanir. Það var alveg skilyrði frá hálfu Starfsgreinasambandsins. Og það hefur alltaf verið erfitt að ná því fram og það hefur oft verið farið þessi blöndu leið að það væri krónutala og líka prósenta og eitthvað annað. En núna allt samningstímabilið menn að tala krónutölu sem svolítið nýtt í þessu. Lágmarkslaun í lok samningstímabilsins 368.000 krónur, það nú ekki alveg það sem þið lögðu upp með? Nei, það alveg rétt og það náttúrulega þegar menn fara með kröfugerð, þá vita stundum þurfa að bakka með einhverja hluti. En það kannski það sem að við höfum núna sett svona svolítið nýtt inn í þetta. Menn hafa alltaf talað lágmarkslaun, eins og 300.000 kallinn, þetta væri lágmarkslaun. Nú köllum við þetta lágmarkstryggingu því að í raun hefur þetta alltaf verið ákveðin bara svona trygging, þetta hefur verið gólf, þar sem að menn hafa ekki með að fá minna greitt fyrir fulla dagvinnu heldur eins og 300.000 kallinn, þó að taxtarnir hafi verið lægri. Þannig að við erum að segja að lágmarkstryggingin núna frá 1. apríl 317.000, en taxtarnir lægsti taxtinn 383.735. Þannig að menn hafa svolítið misskilningur í gangi. Þetta hefur verið tryggingin, ekki það að allir ætti að vera á þessum launum. Þannig að nú köllum við þetta kannski réttu nafni trygging, það gólf til þess að enginn sé lægri heldur en þessi tala ef þú ætti að vinna fulla dagvinnu. Bónus, premjur og annað, ef að menn eru með það, þá getur það fullt upp að þessari upphæð, en einstaklingur sem á strípuðum taxta, ekki með bónus, premjur en eitt annað, hann má ekki fá minna heldur en þessi trygging segir til. Yfirvinna skiptir engu máli í þessu, hún algjörlega fyrir utan þessa tryggingu. Já, hún alveg fyrir utan. Já, það semst að þú getur unnið, ef þú vinna fulla dagvinnu, þó þú vinnir ótakmarkaða yfirvinnu, þá hefur hún engin áhrif á það að þetta bila milli taxtans og kannski gólfsins. En breytist á launaseðillinn eða launaútreikningar sem breytast þeir eitthvað? Við þekkjum dagvinnu og eftirvinnu eða yfirvinnuna þarna komið eitthvað nýtt hugtak inn? Nei, þetta yfirlega engin breyting frá því sem verið hefur. Það varð engin breyting á
á því að þess að hefur oft komið fram að menn hafa verið að reyna að selja yfirvinnuna, selja lengingu á dagvinnutímabili eða eitthvað þannig. Það ekkert sem að gerast í þessum kjarasamningum. Menn fá, launasegjandi munu líta nákvæmlega eins út nema það hærri laun en eins og var áður að þessi samningar voru gerðir. En svona, já, þessi lægstu launin þá eða launatryggingin að þetta svona einhvers staðar, hvað, þriðjungshækkun eða einhvers staðar þar bil? Það mjög nálægt því og þetta eru sem sagt 90.000 krónur sem að taxtarnir munu hækka á þessu tímabili. Það reyndar kemur þarna inn ný atriði sem að menn sömdu sem svolítið algjörlega nýtt í þessu. Það þessi hagvaxtatrygging sem að menn sömdu sem að þýðir það að ef að hagvaxtur á mann eykst 1% bara frá, ég man þetta rétt, þá hækkar launin sem sagt 3.000 krónur. Sem dæmi ef að Hagstofan reiknar út að í mars á næsta ári að það hafi orðið 1% hagvöxtur á þessu samningstímabili sem af að þá mun launahækkunin verða aukalega frá 1. maí árið 2020 hækka 3.000 kall. Ef það fer í 1,5% þá þetta 5.500 og svo hækkar og hæðst þetta 13.000 kall ef það fer upp fyrir 3%. Þess ber að geta að frá 1990 þá hefur meðal hagvöxtur verið 1,8% hjá okkur. Þannig að við erum að vona það að þetta myndi gefa aukalega. Þetta hefur ekki verið gert áður og sem segir það að fólkið sem á lægstu launum, að ef að það gott í þjóðfélaginu, ef uppgangur í þjóðfélaginu, að þá fá menn ágóða af því líka. Þetta hefur ekki verið áður og þá hafa einhverju aðrir hirt ágóðan en nú á að skipta honum á milli launþega og atvinnurekenda. Þetta þá sem sagt miðað við sem sagt bara hver hagvöxturinn og nær þá yfir alla línuna? Það skiptir ekki máli í hvaða grein maður vinnur. Það kannski gengur vel í einhverri grein og svo síður í einhverja annarri. Þetta hagvöxtur á mann, landsframleiðsla á mann, þannig að það skiptir ekki máli hvort það gengur vel eða illa. Þetta heildin sem að Hagstofan reiknar út á hverju ári. Þannig að þetta og ég bind mikla vonir einmitt við þetta og við sjáum það að ef ég maður rétt í fyrra þá var hagvöxtur 5,2%. Ég á ekki von á því að það verði kannski núna en það hefði bara að verði eins núna þá myndi það gefa 13.000 krónur til viðbótar. Og við erum að tala upphæðshækkun upp á 17.000 kall, þannig að þetta getur haft verulega áhrif á framtíðina hjá okkur. Þannig að þetta svokallað rauð strik í samningnum? Já, ég má segja það, en ég vil ítreka það að þetta að skipta því sem betur gengur, að þá menn að skipta því á milli, það ekki bara annar aðilinn sem fær uppganginn en ekki hinn. Eitt atriði sem nú þegar í fjölmiðlum farið að tala töluvert mikið það stytting vinnuvikuna, það talað að stytta hana niður í 36 tíma eða ekki? Jú. Hvernig verður það útfært? Sko, þetta ákvæði sem inn í svokallum 5. kafla í kjarasamningsins sem gert ráð fyrir því að sé svona sem getur kallað sem gert á vinnustofunum. Þetta þannig að fyrirtæki, bara hverju fyrirtæki fyrir sig, þá geta starfsmenn sem óska eftir viðræðum við atvinnurekendur það í samstarfi við stéttarfélag það að þeir hafi áhuga á því að fella út kaffitímana og semja þetta vinnutíma. Það þarf að byrja á því að greiða atkvæði það hvort að menn vilji fara í svona viðræður þessa hluti á vinnustaðnum og ef meirihlutin þá eru farið í einhverja viðræður það hvernig þessu skili hagað. Það getur verið með mörgum hætti ef að menn stytta vinnu niður 36 tíma og vinna kannski sama vinnutímar hafa gert þá þeir geta bæði gert það 53 mínútur á dag sem að menn eru með styttri vinnudag. Menn geta líka safnað þessu saman og tekið hálfan föstudag eða eitthvað svolítið, hálfan dag eða jafnvel ef menn gera þetta hálfsmánaðar fresti þá getur þess vegna verið heill dagur sem að menn væri búin að safna sér upp. Þetta eitthvað sem verið gert á hverju vinnustað, menn myndu ná samkomulagi og svo þarf að greiða atkvæði aftur það hvort að menn séu tilbúin í þetta samkomulag. Þannig að þetta semst heimild, þetta ekki eitthvað sem að gengur bara yfir yttur og bingo, en ég alveg klár á því að það munu mjög mörg fyrirtæki og starfsmenn fyrirtækja, þeir munu fara í þessa viðræður vegna þess að þetta gefur tækifæri til þess að stytta vinnudaginn.
Sumstaðar það líka hægt að alveg ganga því þó menn fari ekki alltaf í 20 mínútur kaffi 2 á dag eða eitthvað annað. Við vitum alltaf það að menn geta fengið svona standandi kaffi eða eitthvað annað. Og þetta eitthvað sem að menn þurfa að semja og skoða, en það ekki verið í þessum samningum verið að hirða kaffitímana fólki eða eitthvað annað svo hefur nú stundum heyrst. Heldur þetta val hvers vinnustað fyrir sig og ég spái því að innan svona 2 ára að þá verði flesti vinnustaðir búin að gera einhvers konar samkomulag þessa styttingu á þessu vinnuviku. Þetta verið hávær krafa í Starfsgreinasambandinu það að koma einhverju á og ég vil meina það að svona 2 meginkröfurnar voru að þeir sem hefðu minnst fengju mest út úr samningi, krónutöluhækkun og hitt að reyna að gefa mönnum tækifæri að reyna að stytta vinnuvikuna. En bara þetta að þetta sé sett inn í samningin sem það á þá eftir svona að útfæra þetta í raun og veru svona á ýmsan hátt. Segir það sem sagt manni að þið hafið ekki náð svona betri lendingu í þessum efnum? Já, þetta var niðurstaðan að það væri eðlilegt að það væri hver vinnustaður fyrir sig sem tæki þessa ákvörðun. Ég meina sumi vinnustaðir kannski myndi ekki vilja sjá þetta. Þess vegna var ekki hægt að gera þetta sem þetta miðlægt að það bara að segja virku vinnutími bara 37 tímar á viku og menn getur ráðið hvort þeir taka kaffitímana eða ekki og fá ekki borgaða. Þess vegna fórum með þessa leið að það vinnustaðurinn sjálfur sem ákveður þetta. Þú ert náttúrulega búin að spá í þetta í gegnum tíðina töluvert, Björn. Tökum til þess bara leikskóla. Það gengur erfiðlega að manna þá. Hægt að stytta vinnutíman þar og það kannski bara verður þá ekki bara afleiðingin það bara lokað eftir hádegi annað hvert föstudag eða eitthvað svoleiðis? Sko þetta auðvitað, það alveg klárt að þetta getur verið mjög mismunandi eftir vinnustöðum og sumstaðar. Ég ætla alveg að vera hreinskilinn með það að það örugglega á sömu vinnustöðum sem þetta mjög erfitt og annars staðar þetta auðveldara og það auðvitað þá líka ósanngjarnt að á stöðuna sem þetta auðvelt að menn geti stytt vinnuvikuna sína en svo sitja aðrir uppi með þetta. Þess vegna lít ég þannig á að menn þurfa að ræða þetta á vinnustöðunum og reyna að finna einhvers staðar leiðir og þess vegna leggjum við svo mikla áherslu á það að stéttarfélögin komi að þessum samningum þannig að það sé ekki bara verið að búa til eitthvað á vinnustöðunum, eitthvað sem að, segjum bara einhver aðilinn myndi bara stilla mér fyrir vegg, svona ætlum við að hafa þetta og við ræðum þetta ekkert meira. Það verður að gera samninga þetta sem stéttarfélagi hefur aðilað vegna þess að við erum vörnin fyrir því að reyna að stilla fólki fyrir vegg. Fæðingarorlofið það verður lengt upp í 12 mánuði og barnabætur þær hækka sömuleiðis. Já, það stór áfangi og þetta náttúrulega eitthvað sem búið að vera að berjast fyrir og mér fannst til dæmis bara þessi ríkispakki sem að ríki kom með í gær, hann var ég vil segja bara miklu betri heldur en að ég átti von á að myndi koma og það verður bara líka að segja þess að þetta likaði mjög vel fyrir þessum samningum vegna þess að megin hluti af því sem að þarna er að koma okkar fólki sem á töxtalaununum, unga fólkinu sem að byrja sín búskap og annað, að þetta að koma þeim best til góða og það það sem að takmarki sem að við erum auðvitað að reyna að berjast að hækka og bæta kjör þess sem að eru lægstir. 3 þrepa skattkerfi, þið svona sjáuð glitta í það eða hvað? Já, við sjáum það og það þarna inn í þessu samkomulagi að það sé einhverjum 10.000 króna skattalækkun á tímabilinu, þannig sem að auka, þannig að við sjáum það munar það að skattarnir lækki og svo náttúrulega er líka stór þáttur sem að inn í þessu sem að hluti ekki náttúrulega við erum að búast við því og teljum okkur hafa góða möguleika á því að Seðlabanki muni lækka vexti. Við teljum að þessi samningur sé þannig að það sé auðvelt fyrir Seðlabankann að fara að lækka vexti núna og ef bara segjum svo að við erum að gera ráð fyrir því hvort sem að þeir eru sammála okkur í Seðlabankanum ekki en við erum kannski að tala það að við erum að vonast eftir 1 til 1,5% stigs lækkun á vöxtum og ef að það gerist og þá það engin smá viðbót við þessa kjarasamninga því það jú flestir sem skulda húsnæðislán og annað sem að myndi þá minnka afborgunin og það nefnilega málið það að kauphækkun gegn kauptaxtum ekki allt.
það líka eitthvað sem að ef þess að vaxtalækkun og það sem kemur frá ríkinu, það líka peningur. En hvernig svona, horfir það við þér að það sé nánast bara sett inn í samninga sem að Seðlabankinn lækki vexti? Seðlabankinn, hann sjálfstæður, ert þú orðinn seðlabankastjóri? Nei, og við setjum þetta ekki sem eitthvað þannig sem við teljum að þessi kjarasamningur og það sem honum fylgir, það gefi þessa möguleika fyrir Seðlabankann að lækka vexti. Það er sjálfstæð stofnun og menn hafa svo verið að tala það að við sem að setja honum eitthvað. En við teljum að þessi samningur gerir það að verkum að það sé auðvelt fyrir hann að lækka vexti. Og ég trúi því miðað við það sem að ég heyrði mann allavega í peningastefnu nefnt Seðlabankans held ég síðustu helgi, þar sem hann sagði það að það væri hægt að lækka vexti ef að samningar væru með þessum hætti sem við erum búin að gera. Meira peningastefnu, verðtryggð, það tekið minnst átti fyrsta stigið í þessu öllu saman að afnema verðtryggingu. Já. Það auðvitað búið að vera baráttumál mjög margra að afnema verðtryggingu, en þetta svona ákveðin áfangi og það verið að tala að húsnæðisliðurinn fari út úr vísitölunni kannski næstu áramót eða svona verið að stefna að því. Og svona það verið að taka líka það að banna 40 ára lánin, þessi Íslands lána sem þau kalla. En það þýðir líka það að stjórnvöld ætla að koma með nýjar hugmyndir að lána fyrir greiðslu, þannig að það auðveldi ungu fólki, sérstaklega þeim sem að byrja og þeir sem hafa kannski ekki átt húsnæði í 5 ár, það að hjálpa þeim að eignast íbúð og þá með öðrum hætti heldur en þetta hefur verið. Þannig að mér finnst það margt í þessum kjarasamningi og því sem að þarna sem er bara svo mikið jákvætt. Og líka það að ef að menn fara að gera og það að auka sambandi við húsnæðismál og annað sem að þýðir að við höldum að það þýðir bara lækkandi vextir, það getur ekki annað en þýtt lægri leigu og annað þannig að þetta er mjög margþætt. En að kippa vísitölunni út úr fasteigna viðmiðunni, þetta hefur lengi verið ykkar baráttumál. Það er búið að vera það mjög lengi og hefur verið samþykkt á okkar þingum hjá Alþýðusambandinu, Starfsgreinasambandinu og ég veit ekki hvað í gegnum árin, en nú er þetta sem að vonandi að glitta í þetta og ég trúi því bara að svona það að menn hafa verið í miklu samstarfi við stjórnvöld. Ég held að sjaldan eða aldrei hafi raunverulega verið meiri svona, menn hafa verið á miklum fundum og ræða málinn og fara í gegnum þetta og ég held að þetta samráð eða samstarf eða hvað við getum kallað það, þetta að skila sér í því að þeir hafa kannski betri og meiri skilning á því sem við erum að segja og eins og við höfum verið að halda fram að þeir hafa sýnt meiri skilning núna og komið meira þess vegna. En til þess að þetta allt saman gangi upp að þá eru allir á sama báti eða hvað varðandi verðbólguna og að hún rjúka ekki upp? Já, við erum að segja það að þessi samningar sem við erum að gera núna, það eru samningar til þess að hjálpa þeim sem eru á lægstu laununum til að fá meiri tekjur. Þeir sem eru hærra launaðir í dag og ég tala ekki hátekjumenn, þeir bara þurfa enga kaupahækkun. Þetta eitthvað sem við þurfum að hjálpa fólkinu til þess að sem eru á lægstu laununum til þess að lifa betur heldur en að gera í dag og hinir verða bara að gjöra svo vel að bíða. Og ég trúi því og ég trúi því ekki að þeir sem eitthvað hærri laununum að geti ekki séð því fólki að það geti verið að það geti ekki unað því fólki sem á þessum lægstu launum sem að skrimta og á ekki fyrir hlutunum hver mánaðamót ef það eitthvað sem að þeir þurfa að búa til eitthvað út og fá miklu meira sem þýðir það verðbólgan og annað færi á stað. Þessi samningar eru ekki að hleypa öllu hér í bál og brand. Við erum með lofar frá ríkisvaldinu, við erum lofar frá sveitarfélögunum það að þeir mun ekki hækka sína gjaldskrána meira en 2,5% á næsta ári sem þýðir það og ég trúi því líka að þessi launahækkun sem þarna hún ekki að gera það að verkum að allir þurfa að rjúka og hækka alla sína framleiðslu og annað. Þetta hæfilegt, þetta eitthvað sem að atvinnuvegunni getur borið. En það hefur nú samt sem áður alltaf verið þannig að fyrst semjið þið og svo eru bara dómin og áhrif. Já, ég að vona það að menn átti sig á því að þetta ákveðin lína sem hver sem að mönnum líka það betur það þá tel ég þetta bara að vera ákveðina línu sem búið að leggja og ég trúi því og trúi því bæði það að atvinnurekendur
sem að gera þennan samningu okkur að þeir kom ekki á og gera einhverja allt aðra samninga við einhverja aðra vegna þess að það kemur þeim bara í koll. Það eru líka rauð strik í þessum samningu. Það var mikið talað hér áður fyrir að SALEK samkomulagið og vinna í anda þess norræna kerfi sem er hægt að segja að þetta samkomulag þá við ríkisstjórnina og samningarnir að þið séu komin inn á þessa braut? Kannski nú ekki endilega kannski anda SALEK en þetta náið samstarf sem þarna og það til dæmis eitt sem ég hef ekki nefnt í þessu, það þessi launaskriðstrygging sem að menn sömdu reyndar í SALEK samkomulaginu gagnvart ríki og sveitarfélögum sem að til dæmis búin að vegna áranna 2017 til 2018 búin að gefa starfsmönnum sem sveitarfélaga 3,1% launahækkun á bara vegna þessara launaskriðstryggingar. Núna þetta þannig að við að semja þetta fyrir kauptaxtana á almenna markaði, þannig að þegar við tölum desember, að ef þá viðmiðin þannig að 17. launaflokkur sem er hæsti launaflokkurinn okkar eftir 5 ár, þá reiknað út hvað hefur hann hækkað og ef að launavísitala á almenna markaði hækkar meira heldur en þessi taxti, að þá kemur ekstra launahækkun til framkvæmda. Sem dæmi ef að launavísitalan hækkar 5% en taxtin hefur hækkað 4%, þá þetta mismunur upp á 1% sem gæti þýtt það að það kæmi 3.000 krónur 1. maí árið eftir. Farðu nú aðeins Björn Snæbjörnsson með okkur baksviðs í Karphúsinu. Hvenær hófust allar þessar pælingar? Var það fyrir gjaldþrotið? Já, það sko, ég er búinn að taka þátt í mörgum samningum. Við í Starfsgreinasambandinu, sem Starfsgreinasambandið umboð fyrir, við sátum í Karphúsinu í 3 vikur og búa til ýmsu, fara í gegnum ýmsa samninga og ýmislegt annað. Menn voru kannski aðeins á öðrum nótum þar og voru svona að velta fyrir sér ákveðnum hlutum, svo kemur þetta, voru menn tókum okkur smá pásu og það var aðrir sem koma inn á svið og fóru svona að ræða kannski aðeins öðruvísi hluti. En Vá hafði áhrif á það sem við vorum að gera, það alveg klárt. Við tókum tillit til þess að það myndi kannski kólna núna fyrsta árið, þess vegna erum við að tala lægri upphæð núna í upphafi heldur en á árunum á eftir. Þannig að við tókum tillit til þess að það geti orðið erfitt á þessu ári en kannski verður hagvöxturinn góður og þá fáum við bara hagvaxtartrygginguna í gang. Svo má ekki gleyma loðnuprestinum. Já, ég tala það líka, það mjög erfitt á mjög mörgum stöðum. Við sjáum Austurland, við sjáum Vestmannaeyjar og fleiri staðir sem að fara mjög illa út úr þessu. Þannig að við lítum þannig á að við séum að gera ábyrga samninga. Við líka ætlumst til þess að aðrir sýni líka ábyrgð og uni fólkinu að njóta góðs af því sem það hefur fengið. Við ekki að verða engin bankastjóra hækkanir hjá ýmsum hærralaunaðmönnum eftir þessa samninga. Samningarnir þeir sem sagt losnuðu síðustu áramót og þeir eru búin að sitja ansi lengi í Karphúsinu. Gerðust hlutirnir mjög hratt þarna í restina? Þetta bara búið að vera ákveðin skriður á þessu alveg eiginlega bara frá áramótum. Það svona verið rosalega mikið vinna. En svo þetta bara þannig að þegar menn eru komnir á eitthvað ákveðið stig þá fara hjólin stundum að snúast aðeins hraðar og þannig að en þetta búið að dragast lengi. Ég glemdi reyndar að segja frá áðan að núna 1. maí eða frá 1. apríl þá kemur 26.000 krónur auki uppbótarauki sem kannski svona hort á þannig að hækka orlofsuppbótina 26.000 kall. Það kannski vegna þess að samningarnir drógust svolítið lengi. En bara þegar hlutinni fara af stað, þá einhvern veginn bara ganga hlutirnir, en svo kannski svona miðbyrgið, þá gengur allt hratt og menn taka ákvarðanir. Svo þegar við búið að ná svona ákvörðunum þá þarf menn að fara að snuffast að þetta og snuffast að hitt, eins og menn tóku nú eftir að fréttamennirnir býðu fram að göngum í nærri 2 sólarhringa til þess vegna þess að það var svo margt sem að þarf að laga, það tekur svo langan tíma og ýmislegt annað, þannig að tíminn í Karphúsinu hann stundum, það gerist stundum lítið á hverjum klukkutíma. Þú skrifaði undir nánast í nótt og svafst ágætlega, sagður mér. Hvað tekur núna við? Það þá væntanlega að kynna alla þessa samninga? Já, ég með fundi í samninganefndinni mér núna klukkan 7:30 í kvöld og byrjaði því að kynna það fyrir henni. Svo verður bara núna á þriðjudaginn, miðvikudaginn og fimmtudaginn, þá verðum við með fundi ég held ég á þriðjudaginn
Grenivík og Akureyri og þriðjudaginn á Dalvík og Hrísey og Dalvík og Fjallabyggð á miðvikudaginn og svo verður bara atkvæðagreiðsla í framhaldi. Ég held að annað 24. eða 29. sem við eigum að klára að greiða atkvæði með þennan samning. Þannig að það nóg að gera og nú bara að búa til efni og fara að auglýsa og reyna að koma þessu til fólks. Það mjög benda einmitt á heimasíðun okkar, ein.is, þar sem að allar upplýsingar þetta og samningarnir og annað, þannig að ég hvet bara fólk til þess að kynna sér þetta vel og sjá og skoða hvað hefur út úr þessu. En hvernig líst þér á þetta svona almennt? Þannig náttúrulega með mig og fleiri sem í þessu að við viljum alltaf ná meiru, en ég tel að þetta séu nokkuð góðir samningar. Sérstaklega þessi þættir sem snúa að því að þetta fólki sem lægri launum sem að fá kauphækkanir en ekki þeir sem hærri. Þú nú gamall refur í þessu og hefur staðið lengi í þessari baráttu. Hægt að tala þetta sé tímamótasamningur? Ég held að mörgu leyti, já. Ég held að sé mér finnst einhvern veginn að vera léttari andi, sérstaklega í samskiptum okkar og stjórnvalda. En hvernig andinn innan verkalýðshreyfingarinnar? Hann alltaf góður þegar við erum búin að klára kjarasamning. Við erum ekki alltaf sammála leiðir, við erum ekki alltaf sammála hluti sem við erum að ræða, en þegar upp staðið þá ganga menn okkur sáttir frá borði, en það var nú skrítið inn í 120-130 manna hreyfingu ef menn greindum ekki á ýmsa hluti. Hvað svona, ef það eitthvað eitt sem að þú vilti tína út sem að þú ert sérstaklega ánægður með? Krónutöluhækkunin, að það skuli á krónutöluhækkun og texta. Það það sem að ég vil númer 1. Í öðru lagi þetta sem að snúa barnafólkinu og annað frá ríkinu. En svo það þá líka stóra málið, að þetta sameiginlegt mál allra, það að halda verðbólgunni niðri. Já, ég trúi því að núna að þetta sé, við köllum þetta lífskjara samningin eitthvað svoleiðis. Man ekki bara læra nöfnin á þessu en ég tel að þetta sé til að bæta lífskjörun okkar og mér finnst að menn eigi að reyna að halda þetta sem ég vil meina samkomulag og reyna að bara reyna að vera í anda þessa. Þá held ég að við getum alveg aukið og bætt lífskjörun hérna. Þú stendur héðan upp og ferð að kynna samningin sem víðast. Björn Snæbjörnsson, formaður Starfsgreinasambands Íslands og Einingar Iðju, þakka þér fyrir komuna. Já, takk sömuleiðis.